Já, heyrðu, hingað kominn góður gestur, Vigfús Bjarni Albertsson, prestur, þú varst nú sjúkrahúsprestur í langa tíð. Jú. En ert núna forstöðumaður sálgæslu og fjölskylduþjónustu kirkjunnar. Rétt. Heyrðu, þú komst hérna fyrir ári síðan að þá... Ég held að nái varla ári. Það nái varla ári. Að þá varstu hérna að senda frá þau bókina Hver vegur að heiman er vegur heim. Jú. Og nú kemur með... getum við sagt að það sé framhald, sárgræða sár? Já, þetta er svona óbeint framhald. Þetta er svona verkefni sem ég er með í hugunum og ef Guð lofar þá verða þær 3 í lokin. Þarna er ég að halda áfram að velta þessum viðfangsefnum fyrir okkur, sorginu og áföllunum og þarna ávarpa ég í seinni bókinni Sérkindurnar beint. Meðan ég svona fyrir bókinni var að fjalla svona okkar innri vinnu og sögur okkar og svo líka var ég náttúrulega svolítið að segja frá ýmsum reynslum sem hafa kennt manni mikið, fólki, því fólk er alltaf að kenna manni. En í seinni bókinni fer ég að fjalla meira svona ávarpa ég sérkendu beint og einstaklingana og ég nálgast að sorgina og áföllum út frá einstaklingum, fjölskyldum, hvað gerist í fjölskyldum og svo líka samfélagi, hvernig áföll og sorgir búa í samfélagsgerðinni og fara á milli kynslóða og aðeins leyfi mér að segja frá því að þú ert nú svo félagslega þengjandi, sögulega og félagslega þengjandi. Ég segi svona velti fyrir mér áfallasögu þjóðarinnar, hvort hún er að hafa áhrif á okkur en þetta í dag, sem hún er að gera. Já, og ég velti líka fyrir mér svona eins og stórum hugtökum, hvað þýðir orðið þakklæti, hamingja, friður, ró. Sem allt eru góð tæki til að nota til þess að hafa einhverja sálarheill. Já, og vonandi endastaðar okkar allra. Varðandi áföll sem erfast, sem þjóðar áföll, þá var ég einu sem með viðmælanda sem að sagði að það veri óuppgert svona áfall sem að kæmi eiginlega bara úr vistabandinu, að hversu stór hluti þjóðarinnar bjó eiginlega við svona erfið, óbærileg kjör, mikið ófrelsi og annað slíkt. Og var eiginlega að segja að við ættum eiginlega sem þjóð að reyna að vinna úr þessu. Já, mér finnst þetta nú skemmtilegt umræðefni, ég kem inn á í þessari bók, hvernig í notanar þetta ekki orðið vistarband, en ég tala kúgun á einstaklingum og segi mitt sögurna af manni sem átti forföðu sem var dæmdur á Bremarholm og sá maður sem ég kynntist óvænt í Bandaríkjunum á leikvelli með dóttur minni þar sem hann var með fjölskyldunafni Bremarholm sem forfeður hans hafi tekið upp sem til háðungar reynslu sína en ég stilli okkur tek þarna dæmi á einu staði í bókinu þegar við stöndum við Drekkingarhyl hvað gerist í þjóðasálinni og ég hef haft hann stíl í þessum bókum að setja alltaf spurningar inn í textana sem og ég spyr hver þjóðarsálin, hvernig finnurðu fyrir henni í sjálfu þér. Ég segi mitt sögu sem ekkert langt aftur í tíma, við erum fara bara stutt eftir aldamótin þar síðustu að það sem ég segi náttúrulega bara sögu bræðra sem heimilið sundrast við móðurmissi og þeir verða síðan miklu mekta menn í íslensku samfélagi en þetta er bakgrunnurinn að vera sundrað sem lítil börn og sumir að þeim lent í miklu harraði í sinni vist Ég er alveg klárað á því að þetta býr í þjóðasalinn okkar og það verður alveg átt sér alveg hellingsumræða þetta í svona fræðaheimum eins og í Þýskalandi hvernig býr styrjöldin í kynslóðunum þetta fer ákveðin hegðunarmynstur á milli kynslóða en ég allir spurningi hvort það fari ekki eitthvað miklu dýpra og meira Hvernig getur maður vita það? Þú talar hvernig þjóðarsálinn býr í okkar eigin sál Já ætti maður þá að þekkja sögu sína til þess að geta greint í eigin sálarlífi hvort að þar væri ykkur sameiginleg áföll sem að mótuðu afstöðu mína eða viðbrögð við einhverju setti mig í varnarstöðu þegar ég ætti ekki að vera eða hvað Góð greining á því Já, ég meina það er allan að mér finnst allan að ákveð heilunarferðlífi fyrir okkur að við séum svolítið læs á það hvaðan við erum að koma og maður rekst stundum á stóra áföll ég hef alveg rekist á Vestmannaeyjagosi sem dæmi
að því hugurinn, og ég segi náttúrulega frá því báðum bókum hvernig hugurinn virkar, að þegar verður áfall í núi þá fer hugurinn alltaf í gamla áfallin og allt í einu birtist áhrif verksmiðjunargossins þar sem heimili eru yfirgefin og það þarf að hefja nýtt líf sko, úst, þetta er þarna og ég hef alveg heyrt eftir sem áföllin sko, þetta er svo áhugavert efni, eftir sem áföllin fá minni samfélagslega viðurkenningu þeim er erfiðari fyrir einstaklinga að vinna úr þeim alveg svo bara konur lengi vel sátu einar uppi með reynsluna að eiga andana börn eða langgengan einstaklinga og svo var það missir og það gátu ekki talað þetta skilur eða bara minning af sjómanni segja mig frá því hann lenti í þvílíkri baráttu hérna á miðunum og það var barist upp á líf og dauða að koma skipun í var sko hann sagði við töluðum aldrei þetta og ég varð alltaf þögull þegar ég hitti gömlu skipsfélagana skilur og fyrirgeðu og bara og hérna og hvernig fólk hefur lýst sko áfallasögu á mannavöldum svo einhver gömul kona sagði við mig það var ekki alltaf rómantík í baðstofunni þetta er rosa sterk setning og þetta veit ég hvað hann var að segja og þú líka Það væri betra að hefði verið meira þetta sagt til þess að hennar áfall eða hennar sorg og hennar úrvinnsla hefði svona breiðari grunn að byggja á sína úrvinnslu. Já, og það er að segja... Það er ekki gott fyrir samfélag að vera með svona, ég veit hvað þú meinar á þess að við ræðum það kannski. Við sammála því og þá getum við bara farið aftur inn í fjölskylduna. Það er fjölskyldur sem gengur best að vinna úr sínum áföllum. Eru þær sem ekki stunda hugsanleðslu, það sem er á opið samtal og ég falla heilmikið það sem við hjálpum fólki að tala upp átt saman og fólk sé ekki að lesa stöðut hugsanir eða gefa sér eitthvað. Og eins með einstaklingin að hann geti haft rödd í lífinu sinu, þetta er mín reynsla. Þú nefndir Vestmannaeyjagosið og þetta orðuðu úrvinnslu, eða ég veit ekki hvað orða að ég var að vitna í viðmælendur mína hérna, þá var ég eins og að tala við mann hér sem var að fjölskyldu sem að hafði flúið gosið en ekki flutt tilbaka. Já. Og þegar hann var að segja frá þeirri sögu þá kemur í hans frásögn að hann bara strandar. Hann kemst ekki lengra og bara tárast og grætur inn í sér vegna þess að það hafði ekki verið í hans fjölskyldu unnið úr þessu eitthvað svona upplifun það að þau hefðu eiginlega svikið Vestmannaeyjar með því að koma ekki og við þekkjum öll hetjusögu Vestmannaeyja, það eru þeir sem að fóru og komu tilbaka en kannski alltaf ekki fjórðungur eða ég vil meira, þriðjungur sem kom ekki tilbaka, hann á sér enga sögu og það var svo áhugavert þegar ég var að tala við mannin að ég bara, það sem að þú varst að lýsa núna áðan að það var bara fyrir fram að mig að hann hafði eiginlega enga möguleika til úrvinnslu á einhverju sorg í samblandi við skömm og einhverja svona óvissu foreldra sína og eitthvað fleira vegna þess að við höfum bara aldrei rætt þetta. Já, og maður sér hvað þetta er rosalega mikilvægt ég svo að sammála hverju orði sem við segjum. Ég hef kynnst alveg útlendingu sem hafa verið þáttakendur á vígvöllum og hernaði sem búa í Íslandi þeir segja hvað er alveg algjörlega og eðlilega ómögulegt að vinna með þessa reynslu í okkar samhengi því við eigum ekki þennan reynslu heim en við eigum náttúruhörmungarnar og allt það mér finnst þetta áhugavert ég hef stundum hugsað og ég er engin sérfræðingur í því ég hef bara leitt hugana ég hef stundum hugsað íslensku sjómuna sem sigldu á stríðsárunum ég sé að Norðmenni hafa verið svolítið að fjalla þetta núna undanfarið, segja frá skipalestunum og hvað þessi menn voru að horfa upp á og lenda í. Þetta hefur örugglega hvílt mikið á fólki. Og þessi yfirvofandi ógn. Já, sjá hann allt, eins og einhver sagði, sigla framhjá sökkvandi skipum og drukknandi mönnum. Sko. Og vitandi það komi ekki allir af okkur, komi ekki allir heim, þannig að því oftar sem þú ferða því aukast líkurnar á því að þú komist ekki tilbaka. Hlýtur að vera, en það var mannfallið gríðarlegt sko. eins og Íslendingar svo sem vita það var hlutfallslega herra heldur en mannfall Bandaríkjamanna svo náttúrulega svo maður gerist nú svona svolítið djarfur, það er náttúrulega verður síðan eitt risastórt samfélagslegt áfall sem ég veist alveg áhugavert að setja spurningamerki við hvort að við höfum sem búin að vinna úr en það er náttúrulega hrunið það er náttúrulega stutt síðan það er náttúrulega áfall það sem
hvað segir maður á íslensku, það sem svona merkingarheimur fólks svolítið fer alveg á skjön sko, öryggiskerfi og annað slíkt og annað slíkt. Það er líka hópur sem er svipað og vestmenningandi sem ekki snýr tilbaka, sem eiga raunverulega ekki sína sögu, því að sagan hrunið var að við erum hrunið og við rísum upp aftur út af Eyjafjallajökli og ferðamannabólunni, en það eru kannski 10.000, 20.000 fjölskyldur sem að mistu eignir sínar og hafa síðan ekki getað eignast stór hluti af þeim og ekki börnin þeirra heldur. Þannig að í fjölskyldusögu margra er hrunið sko miklu raunverulegra og alvarlegri atburður heldur en við látum í veðri vaka í sko samtal okkar hrunið. Já, ég meina, ég hef oft talað við einstaklingar sem segist að hafa mist heilsuna sína á þessum tímamótum. Þá er ég talað líkamlegu heilsuna sína. Og sjálfsagt margir andlegu heilsuna líka, því að þjáningin leiðir nú oft fólk í mikil öngstræti sko. Þú talsmaður þess að við ræðum opinskátt áföllin okkar. Það er ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur erum við að búa til svona einhvern vefnað fyrir aðra til þess að bera sína áföll saman við okkar. Klárlega, og ég er alltaf með þetta mótil í hugun, áföll er einstaklings, fjölskyldu og samfélagsúrvinnsla. Hún er þríþætt. Þannig þú tekur ekki þátt í því þegar fólk kemur fram og er að segja sína harmsögu að það sé að flagga sinni sögu og þeirra saga getur oft verið mjög heilandi fyrir okkur hin. Þessi stærsta gjöfin sem hættir að gefa. Hún heitir, við vorum að spjalla hana saman í kaffi áðan og þú varst að þess að filosófera með titilinn Sárgræða sár, að það þýðir náttúrulega þetta er akkurat það sem þú ert að segja, að reynsla annara getur verið mikil heilun fyrir reynslu mína. Og nefnir þetta að gera það vel og illa skilur en með réttum formerkjum þá er það alveg gríðarlega mikil von í það er von í annari manneski fyrir fólk og fyrir bókin heitir Hver er vegur að heiman er vegur heim, Snorri Hjartarson. Það þýðir það að maður þarf oft að fara í dálítið djúpa sjálfsvinnu og sjálfskoðun til að komast heim í sjálfan sig. En maður getur líka speglað sig í öðrum og kannski skilið sjálfan sig betur í sögu annara. Sárgræða sár. Maður getur líka fyrirgefið sjálfan sér með því að maður átt að segja á því að maður er að fyrirgefa öðrum það sama maður sjálfur hafði gert. Bara frábært og náttúrulega því að maður er ég er kristinn að þá náttúrulega er tákmynd krossins náttúrulega þessi sárgræða sár. Herðu, hérna skrifaru til þeirra sem eru að syrkja eða að glíma við einhvern vanda. Já. Ég var að velta því fyrir mér sko, nú er það bók og texti og þú hefur náttúrulega mikla reynslu af samtölu við fólk á mjög erfiðum stundum í lífinu. Já. Og það er svona kannski að því við sitjum hérna og erum að tala saman, við gætum verið að tala saman á Zoom-i eða við gætum verið að skrifast á og þannig ég er að velta fyrir mér Ég kann nú betur við að vera með þér í holdi. Já, ég sé, það er það sem ég er eiginlega að koma að það er hérna það sem ég sitt einn heima og les þetta og þetta hitti mig einhver leyti að þá er það með öðrum hætti heldur en ef ég var að koma til þín. Já. Getur það því að þú hefur reynslu af hvort það ekki, getur þú útskipt fyrir mér í hverju þessi munur er? Ég vil náttúrulega meina það að aðeins þess að gera lítið og fólk lesi bókina, alls ekki. Já, alls ekki. Ég svona skrif sem er náttúrulega byggð upp með mikið af spurningum og hugleiðingum. Hún er kannski eitthvað til að grípa í og hún er til hugleiðinga en hún er líka ég tala náttúrulega heilmikið við fagfólk í þessari bók eða fólk sem, þá er ekki að tala um fólk með einhver ákveðin próf heldur fólk sem er að styðja og líka bara fjölskyldur eða verða áföll, vinahópa og annað slíkt þannig en samtalið náttúrulega í holdi eins og við erum í núna það er náttúrulega, þar verður til nátraust og miklu dýpri virðing heldur en við getum nokkuð til að ná að skapa með bók og bókin getur lifað með manni og stundum á maður athygli í bókina og stundum á maður enga athygli í bókina syrgjendur eru til þess að berjast oft við mikilinn skort á athygli sko. Það er bara afleiðing, tímabundin afleiðing
Þannig fólk yfirleitt ekkert að lesa mjög mikið svona fyrstu stigum, sko. Nei. En samtalið og nándin náttúrulega það sem heilun á sér stað. Þannig að þetta svona eins og nótur. Þetta íhugun og ígrundun. En ef þú ert að tala við komandi mannesku, það músíkin. Já, það bara flott mynd hjá þér. Og ég meina, þegar ég set hér á móti þér, þá skynja ég mannesku, sögu og dýpt og ákveðin. Ég finn fyrir þér og þú finnur fyrir mér. Þannig upplifi ég. Ég hef notað bækur í svona leit af alls konar hugmyndum. Ég alls ekki gera lítið úr bókinu, því að þú er bara svo mikla reynslu af samtölum og þegar þú tala að sár græða sár, að það gerist svona meira afli þegar fólk í nálægð. Já. Og svo náttúrulega á ég ákveðna heimsmynd að því eins og ég sagði áðan að ég trúaður og fyrir mér samtalt einstaklingan í nánd og traust alveg heilagur staður, þar sem verður, og því heilagt merkir trúnaður. Að maður séður og heyrður og þá ég líka farin að sjá þetta út frá Guð og aðri mætti, skilur. Þá ég ekki að tala að ég tali sem Guð eða þú, en það orðin einhver heilegu stund þarna, það sem sál mætir sál, sko. Það sem að tveir koma saman í mínu nafni. Já. Þar ég, það ekki sagt einhvers staðar? Jú, hann segir það. Og ég trúi því. Já. Á þess að maður sé að trúa því yfir annað fólk. Já. Þú starfsæfið þín hefur snúist sorg og áföll. Jú. Og þú ert að skrifa og átt eftir að skrifa meira. Já. Getum við verið of fókusiruð á áföll og sorg? Þú verður eiginlega aðeins að útskýra, ég held ég viti hvert þú ert að fara, en ég myndi gjarna vilja að þú myndir að útskýra þess betur. Já, við getum sagt þess að í staði þú talar áföll þjóðar og fleira. Já. Og ættarsögunni við erum að sömu þjóð, þannig að nóg áföllið þar. Já, við erum í ættarsögu minni, þú ert að nefna upplöstu systkinahóps og það var í systkinahóp mömmu minnar. Það nú ekki fjær mér þá móðurinnar dó að barnsförum þegar hún var 2 ára og þá var 10-11 barna hópur leystur upp. Ég ólst upp í fátækt við alkohólisma og ég hef endalaust af áföllum til að vinna úr. Já. Og myndi ekki endast ævin. Nei. Ég eiginlega að spyrja út frá þessu. Já, sko. Eða verði ég aldrei heill fyrir ég búin að leysa hvert einasta áfall sem ég get fundið? Sko, fyrir það fyrsta leysi maður kannski ekki endilega gott að tala þetta. Hvaða merkingu? Sko, vestræn menning ekki finnst mér að flink að takast á við áföll. Nei. Vegna þess að til dæmis bara svona hugtök eins og sátt og hamingja, vestræn menning boðar ákveðin skort, það vantar alltaf eitthvað. Og hún ofta að boða ákveðna lausnir til að við eignumst þessa hluti sem við vorum að tala sáttin, hluti tilfinningar eða ástand. Sorgarferli ekki línulegt ferli, það dýnamískt og ég hef dregið upp þær myndir sem þýðir að fer fram og tilbaka og ég segi alltaf að sorg sé ekki tilfinning heldur ástand, þannig sem geymir margar tilfinningar og myndin sem ég dreg upp á sem rennur til sjávar með öllum þeim birtingamyndum sem ár sín okkur. Og markmið sorgarvinnu og áfallavinnur að verða ekki til stíflur í sér á og það að leysa upp áföllin í mínum huga birtingamyndin að lifa í frið og sátt með þessum reynslum og ég þykja bara mjög vænt þá úrvinnslu sem verður til og ég og þú höfum báðir orðið fyrir stórum áföllum í lífun okkar og ég veit ekki hvort þú deilir þeirri sín en mér grunna það að mér þykir rosalega, ég ekki að fagna endilega atburðunum en mér þykir mjög vænt það sem ég hef lært í minni úrvinnslu þannig að það má ekki bara fjalla áföll og sorgir bara út frá einhverju vonleysi og alls ekki búa til einhvern svona sem við hefur kallað í sorgarfræðunum klámtímabil dauðans sem var til í Víetnamstríðinu sem mistum svona ákveðna tengingu að það getur komið mjög margt djúpt og gott úr úrvinnslunni víst að við þurftum að fara á stað og ég skil stundum vel þegar fólk segist vera þakklátt fyrir úrvinnsluna sína.
þeirra nýja Gunnar og nýja Vigfús sem verða svolítið til. Ég sé stundum að vera að fjalla áföll og sorgir bara út frá atburðunum og maður sér ekki birtast einhvern ferðalag heilunar. Og heilunin ekki að gleyma og heilunin ekki að taka burt sársauka, heldur geta búið með honum á nýjan hátt. Ertu að segja að það sé ekki endilega lausnin að ferðast aftur að atburðinum og leysa hann? Það þarf að fara tilbaka að atburðinum, það þarf að fara að tilfinningunum. En atburðinum fer ekki. Nei. Sársaukinn fer ekki, en ég kann betur á hann, ég skil hann betur. Og reynslan sem að þú hlýtur á því einhvern veginn þannig að einhver orðað þannig að það allt í lagi að hafa farið til helvíti sem að sleppur þann, að þú veist það reynsla sem að maður kemur. Já, en ég óskar svo sem engum að fara þangað. Mér finnst ég hafa verið að segja nákvæmlega það saman. Og þetta náttúrulega gamalt stef í menningarsögu Vesturlanda allavega, að þetta sem kallað, ég veit að þú þekkir, þetta Hero's Journey hugtak sem Joseph Campbell notar, þetta kemur reyndar frá miðöldum, svona ferð hetjunar og við þekkjum þetta sagnaminni og þetta er ekki bara að horfa á ýmsar kvikmyndir, bókmyndir bara eins og Lord of the Rings sem allir þekkja skilur, það fer fólk í ferðalag til vítis til að komast aftur og þetta er aftur og aftur saga sem sjáum í menningarsögunni. Jung fjallaði mikið þetta. Já, ég meina það getur komið mikil heilun út úr svona ferðalögum. Það sem ég var að reyna að koma að því áföllin eru endalaus matsill. Ég tala ekki um að tekur þjóðaráföllin með og ég heit ekki ættina og ég heit ekki æskuna og svo er náttúrulega ýmis konar áföll sem ég vorði fyrir sem fullorðið maður og ástarsorg og alls konar tryggðarbrot öðrum hætti og orðið fyrir alls konar aðkasti og öðru slíku, þannig að ég hef endalaust að svona. Ég er að velta fyrir mér að sérfræðingurinn þú þegar einhver kemur til þín með ferðalangurinn ég tekur mér hana langa lista kemur að því að þú segir, heyrðu ég myndi ekki verja meira en svona 7 mánuðum á ári í áföllin 5 mánuði myndi ég verja í hvað? Við þurfum náttúrulega að horfa á að ég spurði hver er þjóðarsalinn áðan og við settum upp í áfallasamhengið en það er líka náttúrulega þegar við skilgreinum þjóðarsalinn okkar sem ég þori ekki að gera alveg með einum beinum hætti, það verður náttúrulega það er mikið þrautseigja í þjóðarsalinni það er mikið styrkur í henni út á áfallunum að hluta til, já að hluta til, ætla ég að fullir það, já þannig að við verðum að geta hort á hvað hefur orðið til út úr þessu en ekki bara sársaukann, sko og þú gefur okkur innsýn inn í þína göngu sem maður og sem geymir alls kyns kafla ég menna, ég er ekkert vissum að það sæti sjóvarstjórinn öflugi fyrir fram ef hann ætti ekki þessa sögu sá sem hefur áhuga á samfélagsmiðlunum og hvernig við erum að nálgast uppbyggingu okkar sem manneskjur og samfélag. Þetta ert þú og þetta er út af sögunni þinni. Já. Óumflýjanlega. Já, ég gerir mig greið fyrir því og það fylgir þessu segla og allt þetta. Já, heldur betur. En ég er samt að spyrja, kemur að því að sorgar sérfræðingurinn segir við einhvern takk sæng þín og gakk. Nei, það gerist Legðu frá þér þessar þungu ferðartöskur sem þú ert búin að burðast með taktu lestina bara að byrja upp á nýtt Ég segi þetta aldrei, þetta gerist sjálfkrafa að fólk gerir þetta? Já fólk, ég segi svona í gríni það er svo gott að fólk segir manni upp á einhverjum tíðanpunkti Þá er það eitthvað svona augnablik sem er eiginlega svona eins og frelsunar augnablik þegar fólk þarf ekki á þér að halda betur fer á þetta sér stað í samfylgdin það verður svona maður sér, það er aldrei neinir atburður í þessu ferli heldur alltaf það er alltaf svona hæg og ró vakning sem á sér stað sko og hægt og rólega þá sleppir fólkið og það fer að vakna tækifæri til nýrra sögu og nýrra upplifan og ég verð alltaf til dæmis glaður þegar ég heyra syrgjandinni farin að eignast tilfinningar eins og tilhlökkun þá veit ég að það er eitthvað að gerast
og vonin náttúrulega fæðast. Já, og löngunin, og ég segi nú stundum í gríni að því að maður á nú líka að grínast sko, að ég leiðilegt fyrir fólk að þurfa að kynnast manni sko. Það er rosa sorglegt finnst mér, en það er óbúslega gott að fólk sleppir. Svo er maður oft verið gengið lengi með fólki og svo líða kannski einhver ár og þá tekur það aftur upp, við langar að eiga aftur einhver kynni og það er bara rosa skemmtilegt sko. Já. Og það er náttúrulega þannig með svona erfiða reynslu að þó að þú vinni með hana og setir hana í einhverja svona hillu þar sem að hún er þolanleg. Þú skilur hana ekki endilega eftir á járnbrautastöðinni en ert með hana með þér. Svo líða árin og þá kemur í ljós að hún er ekki alveg til friðs lengur. Nei, vegna þess að þú hefur bara breyst. Bara frábært, þetta þekki náttúrulega svo vel með hjá sorgbarn og unglinga því að maður svo oft kynst þeim aldrei sorgin að svo allt í hennu lendi einhverju 13 ára og allt í hennu gangaði aðeins í 16 ára og svo bara 30 skilur. Þannig að þá þetta svæði þá opnast það upp á nýjan hátt og við erum ekki að tala um eitthvað hættulegt eða dramatist skilur. Þetta er bara eins og þú segir, ég er aðeins með nýja huggetu sko. Já. Og mér finnst þetta sko þetta er í mínum huga dálítið heilagt ferli í merkingunni eða frátæki og þetta er, eins og ég var að tala einhvern hefur náttúrulega kannski talað við foreldrar sem hafa kannski mist barn stutt eftir fæðingu eða andvana fæðingu að það er alveg sama hver segir að þessi einstaklingu sem var þarna í stuttan tíma áttur að vera eitt stærsti einstaklingun í lífið þeirra þannig að tíminn er allt svo ástæður í þessu. Já, og hugmyndinu mannesku er það líka þeir sem falla frá ungir eru kannski stærri en þeir sem að hafa lifað ævina á enda. Algjörlega. Það óorðna er einhvern veginn hluti af og þetta verður, okkar. Og þetta verður líka svo mikil sásíkjótt þegar viðkomandi fellur frá og þess vegna verður stærðin svo mikil. Já. Ég er alveg sammála þessari sýn. Og hluta sorginni er líka að maður missir framtíð, maður missir þann sem að maður deildi framtíðinni með. Já, það sem átt að verða. Sorgin sem átt að verða. Það getur verið sko raunverulegra heldur en það sem er liðið. Miklu stærra. Stundum heyrist manni að kannski menn eins og þú séu að reyna að fá fólk til þess að meta það sem að var til jafns við þetta sem að varð ekki. Að verða þakklátur fyrir það sem að maður hafði og fékk til mótvægis við hinn sára kvöl að það verði ekki þess að maður væntist. Já, ég kalla þetta að maður dýfki sýnina og upplifuna á því sem maður hafði, sko. Og það er hluti af heilunni. Já, og maður er alltaf, aðal tækið í sorgarmeðferð eru spurningar og maður er alltaf að hjálpa fólki eða gera tilraun til að hjálpa fólki að tengja sjálfum sér upp á nýtt, öðru fólki og því sem kallum tilgangi eða Guð. Þetta er svona þríðningur. Og fólk fari á dýftina í þetta og því að við náttúrulega breytumst þegar við verðum fyrir stórum áföllum, við erum aldrei söm og maður er einhvern veginn alltaf að hjálpa fólki að uppgöta þetta betur og betur og ég sagði annað fólk að maður er náttúrulega að halda áfram að tengjast þeim sem farin er. Ég meina Freud blessaður, sá ágæti maður, hann hélt að væri kannski ekki sniðugt til að láta fólk aftengjast þeim sem farin er og maður er oft séð fólk gera óvitandi tilraun til þess, en það virkar akkurat öfugt. Að reyna bara að gleyma við komandi. Já. Þú mælir ekki með því? Nei, mannkynssagan sýnir okkur það er hættulegt. Það verður vantenging í okkur. Þú kannt að lýsa sorginni og áföllunum. Ég er ennþá á þessum tímapunkti þegar einhver kemur til þín og segir lífið sem ég vænti núna, ég er búin að eignast líf með sorginni en ég fer að hlakka til og hlera, þannig að nú ætla ég að lifa þarna eins og þessi valkostur á móti þessu. Ég er að velta fyrir mér, er til eitthvað orð yfir eða er þetta eitthvað fyrirbrigði sem að fólk fer inn úr sorginni yfir í hvað? Ég þetta er náttúrulega, það búið að lýsa breytingu sem hægt var að kalla þrátt fyrir og þetta er svona... Þetta er ekki svik, Nei, akkurat. Ég er ekki að velja annað umfram hitt. Akkurat, og til þess þarf maður einhvern veginn að hafa náð
svona einhverjum friðarstað innra með sér og þannig að þetta er ég þekki ekki að segja til eitthvað orð þennan sem við getum kallað svona viðsnúningar punkt eða ferli, þannig að aldrei einu punktar í þessu ferðalagi eins og menn héldu nú hérna einu sinni. Þetta er alltaf einhver staður þar sem viðkomandi mun líklega fara svolítið fram og tilbaka, skilurðu. Má ég þetta, skilurðu? Má ég lífið? Nei, ég get það ekki. Og svona. Þarna kallar það lífið. Já. Af því að þetta hitt ástand sem að maður tegi sig eftir. Eða má ég þetta líf? Já. Má ég þetta líf? Nei, ég kann ekki orðið, sko, akkurat. En það sem hefur gerst náttúrulega að þú ert búin að setja merkingu í sorginu og það er mikið fjallað að setja merkingu í sorginu og merkingu reynslu sína, þú ert farin að geta nýtt hann á einhvern hátt sem styrk og þjónaðir í lífinu. Já. Þú náttúrulega breytist og ert að manneskja og kannski upplifur að þú getur ekki tekið þetta út úr þér því það er eiginlega bara hugmyndum að vera einhver allt annar en ég er. Viktor Frank fjallaði dálítið mikið þetta að setja merkingu í sorginu. Að öðlast hægt og rólega frelsi hugans til að setja sína merkingu í sorgina. Og hann var ekkert að segja að þú átti að setja þessa og þessa merkingu, heldur settu merkingu í sorgina sína. Það er nú dæmi bók sem hefur hjálpað mörgum. Já, og þetta er náttúrulega bara heimsfrægt rit og var það sérstaklega, ég er nú aðeins samt orðið var við að það verða svolítið gleymt finnst mér því miður eins og það er nú læsilegt og auðvelt að lesa það, sko. Já. Ég er að leika mér að því að gefa börnum það í fermingagjöf og svona. Mér finnst það góð fermingagjöf. Það geta alveg lesið hana. Ég held það. Já, alveg. Svo það er eins og með aðra bækur ég og þú lesum hana á annan háttöldurum fyrir 20 árum. Já. Hún lifir með manni. En það er náttúrulega bók hvernig maður getur komist út úr hryllilegum áföllum. Já. Og hans skilgreining er það að maður verður að finna tilgang með lífinu. Setja merkingu í lífið. Þessi merkingur. Já. Og það er rosalega mikilvægt og það er alveg augljóst og missi fólk tilgangin og merkingun í lífinu og ná henni ekki hægt og rólega aftur. Og mér finnst það mjög eðlilegt að maður nái því ekki strax og það tækir langan tíma en ef maður nær henni ekki þá er maður í mjög mikilvæg hættu. Það er það sem gerist við áfallið að merkingin hrynur. Ég segi skilgreinum ofta áfall sem sjálfræðissviptingu, tímabundna. Þú lendir á stað og stund sem þú náttúrulega aldrei vilja fara á og það þarf að fljóta að reyna að hjálpa fólki að fara að ná einhverju stjórn þrátt fyrir allt og þegar þetta ferli fyrir aðeins að styrkjast og þá byrjar þetta eiginlega sorgarferli, það er ekki sama áfallaferli. Og hægt og rólega eru alltaf vonum hans að syrgjandinn ná að fara að setja merkingu í þessa reynslu þannig að hann geti lifað með sásökunum en líka dregið styrkin, sko. Maður réttlætir úrvinnslu, maður réttlætir ekki þjáningun. Þú talar áðan svona okkar samfélag þar sem að ég veit ekki svona samfélag skortsins eða eitthvað að hjá mér þá kaupi ég eitthvað eða ég laga það og ég raða mér saman þannig að ég verð besta útgáfan af sjálfum mér. Þetta er svona stemmingin í samfélaginu. Já, ég er sammála þessari lýsingu. Og þá kemur það svolítið fram að ef ég lendi í einhverju áfalli þá þarf ég bara að vinna í því og laga það til þess að verða aftur besta útgáfan af sjálfum mér. Sama ef ég greinist með kannski alvarlegan sjúkdóm og þá verð ég bara að berjast við hann en svo náttúrulega kemur í ljós að það sigri ekki allir. Lífið er ekki þannig. Lífið er ekki svona ný frjálshyggjulegt verkefni. Nei. Þannig að það er eitthvað, stundum hefur maður heyrt það að þetta vinni eða móti fólki. Þetta vinnur móti fólki. Þessi hugmynd. Já. Þannig að svona tónnin í samfélaginu er svolítið grimmur gagnvart þeim sem að þurfa ekki á því að halda. Maður heitir aldrei syrgjanda sem er svo undrandi á því hvernig félagslega kerfið er að breytist. Já. Skiptir ekki máli hvort það eru missir, veikindi eða eitthvað annað. Fólk við höfum ekki mikið þrek í sorg annarra og okkur finnst hún óþægileg, truflandi og syrgjandinn breytist líka, hann er oft orðið meira hugsar dýpra og spyr annara spurninga og við erum stöðugt að boða mynd hins hvað við segja hins mannsins eða konunnar sem er
hvað við segja, successful sko, velgengni. Já, maður og kona velgengnar, þau þurfa að uppfylla ákveðna hluti, skilur, maður þarf að fara yfir á viss mörg fjöll og klára viss marga tegundir á skólum, eiga viss mikið að einhverju og svona. En undir niður kannski mikill sársauki og mikill þjáning. Þegar þú tala félagslegt áttu við svona því óformlega samfélag að hinn sorgfulli að hann passi ekki einhvern veginn við borðið þar sem allir eru að reyna að vera hressir og gátur. Hann passar ekki við það borð. Það er algild saga sem nánast hver einasta manneskja sem hefur kynst í þessum vinnu segir manni. Þannig að þetta er ekki sambarlegt og maður heyrir oft fólk sem að til dæmis lendir í örorku á miðjum aldri að það verður oft hissa hvað öryggisnetið okkar er veikt í samfélaginu. Það hélt að við værum traustara velferðarkerfið mikið áfall sem að margir verða fyrir út af því. Það verður bara að upplifa að þeir detti í gegnum öll net. En þú ert að tala svona þetta óformlega samfélag þar sem að við ættum að vera betri vinir. Ég er að tala menninguna. Já. En heldur að þetta sé á okkar tímum eða heldur að við höfum kannski verið svona 1970 eða? Við vorum svona 1970. En okkar tímar eru miklu sýnilegri. Ég meina, amma gamla var ekkert í liftun að taka myndir af sér selfie, sko. Þannig að við erum að sjá nýjar birtingamyndir og ég get alveg fylgst með successnum, sko, á allt annan hátt. Nei, ég held að hafi alltaf verið og þetta sé bara inngróið í Vesturlanda menningunni. Ég held að þetta sé svolítið skilt því sem Hebrein sem skrifaði fall mannsins söguna í Gamla testamentinu, hann var búinn að sjá þetta. Það er nokkuð ár síðan. Stundum finnst manni eins og dauðinn hafi verið viðurkenndari og nefni dauðana því að sorgin tengist honum. Hann var viðurkenndari. Ég held að hafi verið líkvaka á eskuheimili móður minnar. Já. Það hafi verið bara í borðstofu. Já. Húskveðurnar svo kvöldlega. Já. Og þá fór fólk í svört klæði einhvern ákveðin tíma sem er svona einhver merki að samfélagi viðurkenni sorgina. Miklu, já. En það er ekki lengur. Nei, hún er rosa óþægileg. En það er alltaf skapað samt aftur miklu meiri umræðaldur var, en þetta er náttúrulega stofnanavætt fyrirbæri, ósýnilegt fyrirbæri. En við þekkjum það að fólk var með svona sorgarband til. Jú. En nú er það bara íþróttafélögin sem er með þetta. Já. Ef að ég væri í sorg, myndur þú mæla með því ég væri með svona í 1 mánuð sorgarband sem að ég væri þá að vara fólk við eða hitti mig að vera maður í sorg? Mér finnst þetta svo skemmtileg hugmynd að ég vona reyndar að lífið kalli ekki fram sorg hjá þér en ef þetta gerist, þá leiði mér þá að fylgjast með. Hvort að þetta hafi áhrif? Já, mér finnst það mjög áhugavert. Þetta er náttúrulega ákveðin svona, ég man hvað ég var hissa sko þegar ég var á dánarbeði Afríku búa, fólk sem kom frá Afríku. Og þar mættu grátkonur og grétu af þvílíkri angist og ég man hvað ég var óöruggur og hræddur inn í aðstæðunum sko. Ég vissi þetta ekki, kunni ekki á þetta, það var bara eins og það hafi verið kveikt á þeim. Þarna voru þeir að búa til einhverja rosa tjáningu sko. Það var áhugavert. Já, sem er einhvern veginn samblanda persónulegri tjáningu og einhverju svona menningarlegu, það er bara eins og það verið að fara með rímur eða eitthvað. Já. Alveg rétt, þetta var kveðskapur sko. Mjög áhugavert. Við eigum náttúrulega ekki svona. Nei, þær eru til víða grátkonur, það er allavega frægt lag í Mexíkó grátkonur. Já. En þær eru víða til í menningunni. Já. En einhver leiti þá eru við ef ég má taka svona skrítidæmi að þegar ég var barn þá voru eldra fólk svona gekkst við aldri sínum. Amma fór í peysufötin bara og það þýðir að það er ákveðin virðingasess sem ég held að við höfum ekki lengur í dag fyrir eldra fólk, að við höfum ekki virðingasess fyrir eldra fólk. Nei. Og ég var því við erum orðin human doing sko, ekki human being eins og sattur í amerískum sorgarfræðum. Ég var eins með brjóskloss og fór svona illa í mig og ég leina leiðin til þess að ég geti gengið uppréttur var að vera með staf til þess að styðja mig við og þegar ég fór í bæinn með stafinn þá kom fólk til mín alveg í angist þegar ég var með staf og var með alls konar ráð og eitthvað fleira. Og ég velti fyrir mér stafur er eiginlega sko
vera frábær hlutur ef þú ert þar stuðningu rétt úr þér eða styðja þig. En þetta maður sér allast af. Nei, það er rétt. Þú segir það. Og fólk veigra sig við að taka hann upp. Já, það er rétt, þú segir það. Þannig að við erum eins og sem alltaf hrætt við að sína veikleik okkar eða sorg okkar. Þetta er náttúrulega ekki góð menning. Nei, og ég vona versn ekki. Gæti gert það. Ég gæti gert það. En það sem er ólíkt við menningu okkar núna, eins og til dæmis 1970, að það er að fólk er miklu viljura að fjalla áföll sín. Já, og sko það er alltaf áhugavert sko hvað hefur verið rosaleg sala á þessum bókum sko. Já, á þínum bókum? Já, svakalega mikil sala. Kom mér mjög óvart að þetta var ekkert gert með einhver tilgangi til að gefa þetta út sko. Þetta var nú bara fyrir sjálfa mig og sérstaklega eftir mitt stóru áfall og veikindi fyrir bókin sko. Það er bara, ég er bara ótrúlega áhugavert hvað þetta hefur selst mikið. En ég var að vísa til svona viðtala og fólk skrifa líka bækur eigin áföll. Það er miklu meiri umfjöllun áföll núna heldur en varu fleiri sem að hafa raddir. Það er með einhver leyti eins og við sem endurskilgreina hver manneskjan er. Kannski er þetta við getum ekki öll lifað inn í einhverju hetjusugunni sem að þú ert að lýsa og fólk er bara að reyna að orða sína reynslu sem einhvern veginn passar ekki við hugmyndina eins og hvernig við eigum að vera. Ég er allavega alls ekki hæfur til að lifa hetjusuguna. En sérðu svona að því að við erum að tala um menninguna, sérðu að það sé svona gagn að þessari svona deiglu? Já, það er, ég sá það til dæmis bara þegar þessi frábæru þættir voru gerður á sínum tíma, missistættirnir. Það voru rosalega, þetta fengu þeir bæði góða umfjöllun og viðurkenningu. Hvað þörfin fyrir þetta var mikil og það var að skapa þessa umræðu sem við erum að eiga. Ég meina, þrátt fyrir að hetjussagan sé lifandi núna og hinn farsæli maður og kona, þá vitum við náttúrulega að við eigum þetta all, þessa reynslu. Þú getur ekki, þetta er eins og Karl Rotses geðlæknir í Bandaríki sagði sko, í niðurlagi bókana sem ævisögusana segja sko, það sem við höldum að sé hið persónulegasta í lífinu er hið almennasta sko. Þannig ég veit að saga Vigfúsar og þín er sama sagan fullt af atriðum. En þá er það eins og við höfum lifað í heimi sem að var svo með takmarkað sögu að við áttum okkur ekki á því. Það sem að við heldum að ég væri frávik er umverulega merkjum að ég er eiginlega hið almenna. Já, ég er svo innilega sammála því að maður er verið heppinn að fá að vinna og hlusta á margar lífssögur og þú heyrir sömu sögun aftur og aftur með ýmsum blæbröðum. Herru, þú segir að kveikjana fyrir bókinni hafi verið áfall. Já. Þitt persónulega áfall. Já. Viltu segja mér frá því? Já, ég var með fæðingagalla, hjartalóku, óseðalóku sem var mjög illa farin orðin og ofan í það kom hjartaáfall. Það var ekkert af þessu vitað. Við sem olli þó nokkuð miklu skemmdum á hjartanu mínu og ég þurfti að slást svolítið fyrir lífi mínu tíma og löng endurhæfing og sjúkrahúsvist. Þannig að þá fór ég að setjast niður og skrifa og það fór að koma fullt af minningum úr starfi og svona fólk sem hefur kennt manni mikið nafnlaust og þannig að ég var nú bara svona að skapa fyrir mig og svo bara fór þetta út úr tölvunni. Þannig þetta gerist þegar þú ert búin að starfa sem sjúkrahúsprestur? Já, í 17 ár. 17 ár. Já. Og þá gerist náttúrulega því að þessi seinni bókin heitir Sár græða sár. Já. Og einhver leiti þá tengir maður það við svona, það sem er talað um svona jafningja tengsl. Já. Það sem að sá sem hefur haft sambarlega reynslu hann við náum betur að styðja hvern annan heldur en sá sem ekki hefur valdið sjúkrahúspresturinn sem hafði verið talið sig vera fullheilbrigðan og svo sjúkrahúspresturinn sem er meðal sjúklíkara er bara sjúklíkur. Verður það mikil breyting? Já. Getur þú útskýrt það fyrir mér? Það var fyrir að fyrstu stigum var svo magna hvað komið marga minningar úr starfi sem ég gerði mér ekki grein fyrir að væru þarna. Það var náttúrulega
ég vissi það svona vitsmunalega, það var svo lifandi veruleiki og stundum var það erfitt sko. Og stundum vann það ekki með mér þegar ég var stundum ég held ég að stundum orðið hræddari en ella sko. En svo náttúrulega bara þú fer að vinna og ég náttúrulega bara að vinna í viðtölum allan daginn upp í miðstöð að ég finn alveg að hlutir snerta mig stundum mun dýpra heldur en ég gerði áður. Ég er meira wounded healer heldur en ég var. Þannig að, já, þetta breytir manni. Og minningarna sem þú hafðir frá fyrri viðtölum að þegar þú veit ekki sjálfur atburðum og þá færðu allt aðra merkingu. Maður fer að endurupplifa það bara sko. Ég endurupplifa það fyrstu stigum veikindana minna sko. En með öðrum hætti heldur en áður? Já, sko. Þannig þú ert breyttur? Já. Maður kemur ekki tilbaka. Maður kemur alls ekki tilbaka. Auðvitað koma kannski einhver kjarnaeinkenni en ég hef oft sagt svona í grín og alvöru að maður hef ekki komið tilbaka. Maður hefur labbað inn í aðstæður og lífsreynslu sem labbað sín ekki út. En ertu búin að ná þér líkamlega? Nei, ég ber mig þó nokkuð mikinn skaða sem við bara hámir þessum eftir æfina sem vonandi bara er hægt að viðhalda og ganga bara svona fallega Þannig þú hefur svona minni orku? Miklu minni orku. Þannig þú dugar kannski bara helmingin af því sem þú dugaðir áður. Þú voru að fara varlega með þinn tíma. Já. Það er alveg gríðalegu munur á því. Já. Og erfitt að sætta sig við það? Það kemur stundum bara til manns. Stundum rennur svo á í lignu og fallega og stundum eru straumræstir. Það er bara heilmikið sorgarferli. Já. Það bölva sjálfum sér svolítið fyrir að geta ekki það sem maður gat áður. Já, maður er svona svektur yfir sjálfum sér. Já, menn það er ekki góð tilfinning. Nei, nú þarf bara að fá að koma svo aðra tilfinningar. Er það en að þegar við erum að tala hinn grimma tíma, þá erum við búin að tala svolítið að það er pláss fyrir þá sem að allt er í lagi hjá og við erum erfiðleikum með hina. En samt erum við í kúltúr sem að það er svona pláss fyrir viðtöl og bækur og umfjöllunum áföll og eitthvað fleira miklu meira en áður var. Já. En samt svona hugmyndin að hinn góði tími eða góða líf. Stundum við verið að hæðast að fólki á Facebook sem er alltaf að birta svona sigur stundir sínar. Margir bara leggja tölvört upp úr því að selja okkur hinum að þið lifi stórkostlegu lífi og líklega hæðistu pínlítið að þessu að því við þekkjum þetta inn í okkur löngunna til þess að vera svona. Það má vel vera að einhver lifi bara svona skemmtilegu lífi. Já, vonandi bara sko en ég er sammálaður því að öll okkar viðbrögð gagnvart náunganum eru nú oft viðbrögðin gagnvart sjálfum okkur sko. Jú. En þú talar svolítið þessa reynslu og svona djúpa reynslu sem getur verið dimm og eitthvað svona. Það sem maður velti fyrir sér með þessari áherslu á svona hið vellukkaða. Hvort að við séum kannski að missa svolítið af jafnvel fegurri tónum mannskepnunnar sem að eru kannski í þessu lygnafljóti þínu sem er rennur til sjávar. Já. Sem er margbreytilegt og djúpt og er ekki bara glitrið sem að kemur á sólinni þegar á yfirborðinu, heldur er það djúpt og djúpgrænt og alls konar. Akkurat, sko. Sérðu fegurðina í svona ævi eins og Viktors Frank. Og hún er svo falleg. Já, en maður myndi ekki óska neinum hana. Nei, það er allt annað hlutur. En hún er samt falleg. Því hann er að búa til heilunasögu fyrir ótilandi fólk, eins og þú sagðir áðan. Eins og ein bók sem ég er gríðarlega hrifin af sem er nú vinkona Viktors Frank sem skrifar hana. Hún Edith Eger, fyrir sér frægi meðferð aðal í Bandaríkjunum sem nú verða 100 ára og lenti í Auschwitz 12 ára og dansar fyrir Engil Döðans, Mengele og hún náttúrulega notar svipar aðferði til heilunar og maður sé hvað hún er stór rödd í heilunarferli þúsundir manna sko. Við erum með fullt af svona fallegum sögum út allt. Ég held þú getur ekki hort lengi á
málarasöguna, listmálarasöguna og þess að sjá að það er fullt af tjáningu eða bara bókmenntunum allir sem verða til og tónlist og endalust. Þetta er allt saman kannski eitthvað sem er að vaksa meðfram ánni, sko. Ef við notum þá líkingu áfram. Byggt á einhverjum svona dimmari tónum. Já, sem verða dýpri tónar. Ég með þá kenningu að til dæmis stjórnmálamenn birtast alltaf fallegastir í ósigri sínum. Það eru ósigursræður ef þær eru velgerðar. Þá verður fólk sem maður hafði aldrei fundist vera sérstaklega mannlegt eitthvað svona. Allir birtist það sem manneskja á meðan að sigurræðurnar eru allar eins, sko. Það er bara eitthvað svona grobb. Af því að þú mætir svo oft fólki sem er í erfiðri stöðu. Já. Hvað myndir þú segja við þessari kenningu minni að maðurinn sé stundum sko fallegastur eiginlega í uppgjöf sinni? Enska orðið surrender sem er einhvern veginn þýtt sem uppgjöf á íslensku, ég veit ekki alveg hvort það sé hann samt nógu gott orð. Já, ég er sammála því þegar hann sleppir, algjörlega sammála því og það er oft stæðsti batinn okkar í lífinu. Að sleppa? Já. Að játa vanmátt sinn og játa það að maður þurfa að taka leiðsögn og játa það að maður verður að opna fyrir annað heldur en sjálfa sig. Já. Ég held að það sé mesti viskupunktur mannsins. Þetta er þá svolítið sorglegt því að öll orkan sem við förum í því að halda að hún er raunverulega vinnur gegn okkur eins og mikið við gerum til þess. Já, ég meina svo þá fer ég aftur í minni trú og horfa á krossin, hann er náttúrulega staður þar sem öll er sleppt. Vigfús, takk fyrir að koma hingað og spjallaði okkur og til hamingju með þessar bækur og ég er ekki hissa á því að það seljist vel. Mér varst gaman að koma. Takk. En við höldum hérna áfram við Rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf í leiðinni. Næsti kaflir eftir augnablik. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.